Hér var náttúrulega upphafið að þau fóru að planta afi og amma heima í garðinum. Og pappa og mamma tóku svo náttúrulega þátt í því á fullu, sérstaklega mamma var óþreytandi. Alveg notaði hverja stund til að sinna gróðri og þau ræktuðu upp bæði birkiplöntur og reyni. Þetta er trjágarðurinn sem þau plöntuðu, mamma og pabbi. Þessu hefur verið plantað svona milli 40 og 50, þessum trjám hérna. Hérna er tjörnin. Sko, þetta er garðurinn sem mamma gerði. Hún hafði alveg ódrepandi áhuga á ræktun. Hún til dæmis mókaði sjálf upp úr og bjó til þessa tjörn. Þetta svæði hérna, það var gamalt rauðablástarsvæði. Pabbi hjálpaði henni eins og hann gat, en annars var hann afskaplega upptekinn því að hann var kennari á veturna. Og þetta er letubollinn. Sko, þetta gróf mamma út og keyrði moldina burtum í hjólbörum. Og hérna var fyrsta reynitréð. Það var eitt hérna og annað aftur hérna megin sem bæði eru fallin. En þessi standa. Svo eru hérna aspir, ættaðar frá garði. En það áttu töluvert erfitt uppdráttar því að þetta vildi brotna svo mikið undan snjó. Og þarna eru komnar dálítið stórar aspir upp á rótarskotum. Þetta birkitré kom Einar Sæmundsen með handa afa. Hann langaði til að fá fallegt birkitré úr Vaglaskógi. En ég man eftir Einar kom með tréð svona þetta hátt cirka. Og þarna er lerkitré nokkuð voldugt. Þau voru 2 og hitt aftur brotnaði undan snjó. Já, það var flutt hér upp í hólinni. Er þar einhver staðar? Ég hef ekki séð þau í mörg ár. Og hérna ofan við grjótgarðurinn, þú sér kannski steinana þarna. Því að þetta er Kaldavemsl, sko. Þetta er afskaplega gott vatn. Og þær voru fluttar hingað, þá voru þær kannski svona 2 metra háar. Þannig einhvern tíma sko milli 40 og 50. Þessar hérna 3 hvítstofna, þær eru af finnsku kyni, en þær bera ekki fræ. Hérna er heggur sem blómstraði alveg óskaplega í vor. Hann var alveg hvítur. Það er ein svona hvort að túja eða eitthvað svoleiðis af þeirri ætt. Það var ein sem átti að henda og ég hirti hana og plantaði henni inn í skóginn og hún lifir. Þetta var bara svona smá sproti sem átti að fleygja. Sko, ég var að vinna þarna í kringum aldamótin, þannig að hún er ekkert svo voðalega gömul. Hérna var nú grisjað svolítið og hend greinarusli og ég er svo fylla ofan á með grasi og fylla í gömlu göturnar. Hérna var nefnilega gömul reiðleið. Ofan við túngarðurinn var hérna, gamla daga. Og svo voru götur orðnar svo djúpar. Ég hef þá árátt að taka stiklinga af öllu mögulegu. Svo þegar það er komið til, þá veit ég ekkert hvað ég á að gera af því. Svo það er nú vandamálið, oft á tíðum. En nú ekkert einfalt að ganga hér sko. Hérna eru leifar af blómagarðinum mínum. Já, það er meira að segja brennimetla hérna, svo það er eins gott að passa sig á henni. Lendi ekki í henni. Það var girt skógræktargirðing hérna upp úr 40 girt hérna upp norðan við fjárhúsin og upp fyrir Hólbrúnina og svo niður sunnan við. Skógræktarfélag Þingeyinga það tók það fyrir að styrkja menn til að gera það svona og geta plantað heima hjá sér einhverjum blettum. Og svo voru fengnar plöntur þá hjá skógræktinni og þetta er síðan þá sko.
Mér minnir endilega að vera 44. Sjálft fengið birkisunnan úr skógi eitthvað. Þá fórum við og plöntuðum einn dag. Það var nú ekki kannski neitt voðalega margar plöntur sem við settum niður, en við reyndum. Og svo var þessi plantað þarna upp í garðinn og svo upp í hólinn eftir að skógræktargirðingin kom. Svo var hún orðin nokkuð full þegar við byggðum hér 61. Það var nú búið að planta í þetta sko fyrir 60 held ég, í þessa girðingu. En það verst að maður sér ekkert fótinn sínum forráð fyrir blessuðum sigurskúfnum. Þetta svona blanda sem var plantað, það bæði greni og fura og lerki og birki í bland. En það nú búið að grísa þetta sko 2 sinnum. Það var fyrst og fremst svo mikið birki hérna. Svo var það náttúrulega orðin bara alger frumskógur. Og þeir fóru í það, maður minn og annar norðmaður sem vann í skógræktinni. Það var líklega verið svona 66 eða eitthvað svoleiðis. Og söguðu niður og okkur alveg blöskraði að sjá þessu óskup. En það leið ekki mörg ár fyrir en að það þurfti að grísa í aftur. En svo var svo óskaplega mikið snjóbrot og þá fékk ég 2 náunga til að saga niður. Því að það var svo hrikalegt að sjá þetta allt meira og minna brotið. Var kannski birkið sem var verst úti þá og var tekið mest af. Og strákur minn kom svo að hausti til og við fengum lánað tæki í skógræktinni, svona spil, og drógum út svona mest af viðnum. Við notaðum til eldiviðar. Við erum með svona kamínu inn í eldhúsinu og brennum þar grimmt bæði haust og vor, það er kalt. Föðursystir mín, hún svona kostaði plöntun hérna á hluta, svo arfleit hún mig að trjánum en ég á ekki jörðina sem þau vaxi í. En ég náttúrulega ber ábyrgð á því að þetta sé hirt. Hér er þynur, bara fallegur. Grenitré sem brotnaði ofan af. Hér er nú líklega bara villijarðarber. Og það var plantað blæjasp hérna upp í kantinn alveg, það var sko melur, ansi dauður melur hérna efst. Og það var farin að blæjasp hérna upp, en hún var nú bara svona kjarr. Aldrei neina almennilega tré, en hún hefur kannski skotið sér hér niður Svo eru fuglarnir hafa náttúrulega borið bæði reyni og rifs út allt. Það kom alls staðar upp rifsplöntur. Sko hér var allt náttúrulega nauðbitið þegar ég var krakki. Hér gengu skepnurnar náttúrulega bæði kýr og kindur. Og þetta allt meira og minna sjálfsáið hérna sko. Birkið hérna upp og upp gilið. Þetta var mikið leiksvæði okkar krakkanna hérna þessi gilkinnungur því að hér var skjól og gott að vera. Og þá var girt skógræktargirðing fyrst beint suður á húsinu í gamalli hestagirðingu og svo bættu við hana hérna framan í hólnum. Ofan við húsið og þar var farið að planta 65. Svo var hún stækkuð seinna því að það var gamall frændi okkar sem var smali hér á Víðivöllum sem krakki sem langaði svo til þess að það væri reynt að rækta skóg og prófa. Hann vildi nú helst fara upp í heiði en það þótti nú ekki þægilegt að fara að gera þar og gera veg og allt, svo það var bara bætt við ofan við girðinguna. Og hann vildi kosta girðinguna og svo fengum við plöntur hjá Skógrækt ríkisins. En það var séð að koma þeim niður með einhverju móti. Og svo eftir að
Árni, maðurinn minn dó, þá fór ég í Norðurlandsskógadæmið og búin að planta núna, það búið að planta svona 97.000 í svæði hérna ofan við, alveg upp að heiðinni. Það svona 49-50 hektarar. Það bara gerðar slóðir. Sumar nú ekki nema traktorfærar en sumar get ég farið á fjallabílnum mínum, gamlu Hondunni. Og ég kemst á henni alveg upp í efsta hlutann þegar hún í lagi. Þetta nú bara fjallabílinn minn. Þetta Honda Civic, orðin rúmlega 30 ára. Eitt sem ég langar til að gera, það að laga gamlu göturnar sem hérna upp eftir gílinu, þannig maður komist upp í gegnum gílinn, en það þarf að saga bæði furu á einum stað og svo sjálfsagt sáið birki á öðrum og svo að slá lúpínu til að maður komist gamlu göturnar. Ég segi það nú sko að það sé nú alveg lífsnauðsyn að fá einhverja grasbíta fyrir en seinna í hluta af þessu svæði sko. En það náttúrulega maður að gera þær af, það nú meinið. Því ég býst ekki við að Norðurlandsskógar tæki því vel að þeir fengju að ganga þar. Annars held ég að það skipti sér nú lítið að lerkinu sko. Það verður bara að brjótast í gegnum frumskóginn. Það nefnilega víðurinn hefur alveg yfirtekið allt.